Start recording. Og svo ég segi hérna í verkefni 3A að við eigum að útbúa hérna þessa mynd hér, en við notum sem sagt þetta, já, rökrás. Það er eiginlega rökrásin öll svona inn á þessu bretti, þannig að við erum ekki að gera það. Við erum aðalega að breyta kóða eða eitthvað slíkt. En það sem við þurfum að halda, það er sem sagt þetta forrit, Arduino, og við byrjum að nota þetta fritzing fyrir teikningar. Og við hérna, ég hef svo tengdan hérna hita og rakanema DHT11 sem við tengjum við Arduino Uno í þessu tilfelli hérna. Og það sem við gerum núna, það er að opna fritzing forritið og setja upp þessa mynd hérna sem við sjáum. Og sko, þegar þið eru að fara í eitthvað svona verkefni, þá er voðalega gott að geta átta sig á hvernig á að tengja allt saman. Og þá er þetta þægilegt, þetta fritzing forrit, til þess að átta sig á öllum tengingum og líka síðan eftir á, ef eitthvað bilar, þá getið farið inn í svona myndir og skoða hvert áttu þetta að tengjast og svo framvegis. Þannig að mjög gott að eiga svona skrá yfir þetta eða hreinlega myndir úr þessu forriti. Það er mjög gott til að lýsa í hvernig á að tengja þetta upp. Og það er spurt hérna, við þurfum að tengja 10K mótstöðu milli pluspinnans og pinna 2 á skynjaranum, á DHT11 skynjaranum. En svo er spurt hérna, hvaða stærð af mótstöðu sýnir myndin? Munið hérna eftir litamerkingunni á mótstöðunum. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en man eftir ég að hafa farið í það. Sko, rauður eru 2. Þannig að það er 1000 rauður, það er rauður og svo kemur brúnn. Hvað þá var Og það var 200 ohm. Já, sem sagt, 2 rauð, það er sem sagt 2 og síðan er fjöldi núlla, einmitt, það er brúnn, það er 1 núll í viðbót, sem sagt, eða margföldunarstuðullin 10, sem sagt. Þannig að þetta er 220 ohm og þá svörum við því hérna, setjum hérna 220 ohm. 220 og ég ætla ekki að eyða tímanum í núna að ná í omega-merkið, en þið gerir það náttúrulega bara seinna. Og hvernig er litamerkingin fyrir 10 kΩ mótstöðu? Sem sagt, 1, það er svartur og síðan kemur, ef þetta eru bara 3 litir til að tákna stærðina. Nei, það er ekki svartur. Það er brúnn. Það er brúnn, svartur og hvað væri síðasti liturinn? Það er komið 1 og 0. Þetta er 10 kΩ. Hvað er síðasti liturinn? Já, appelsínugulur, alveg rétt. Orange. En þetta sjáum við allt þegar við veljum þetta, það breytist sjálf, sko, í forritinu sjálfu. Þannig að nú skulum við opna fritzing forritið. Þá skrifa ég bara hérna, þetta er ábyggilega til hérna. Ég verður bara að finna hérna shortcut á fritzing. Nei, býttu við. Jú, heyrði, ég let útbúa fritzing fyrir ykkur, en það er ekki búið að gera á kennaravélinni, þannig að ég þarf sko að fara í fritzing og þetta er 64 bita útgáfan og ég opna þetta héðan. Ég opnaði bara á skjánum, var það í lagi? Já, vegna þess að ég bað tölvudeildina sérstaklega að útbúa það fyrir þig þannig. Það er það shortcut sem er á? Já, það er shortcut sem er á skjánum, já. Þannig að þið þurfið ekki að fara þessa leið. Fritzing er alltaf bara not responding. Já, það getur verið að það þurfi að stilla aðeins. Ef það er not responding, þá þurfum að bíða aðeins í smá stund og ég var búinn að reyna að gera það á öllum vélunum
það getur verið að það þurfi að uppfærast eitthvað í því út af nýju stýrikerfi. Þið býðið bara ekki vera að hræra neitt í þessu, leyfið þið bara aðeins að vinna. Eftir smá stund þá kemur hérna mappa eða flipi og þá er bara auðvelt að leyfa uppfærslur á einhverjum libraryum eða einhverju. Það er einhvers staðar 2 staðir. Já, það er komið hjá þér, eða ekki? Og þá smellur bara á, hvað smellur það á? Áfram eða, býta aðeins, það er komið þessum. Sem sagt, þegar við förum hérna í File og New, þá kemur upp sem sagt tilraunabrettið og við ætlum að ná í skynjarann. Hann er, sjáum við hérna, það er merkt Core efst uppi og þá sjáum við í neðstu línunni þar, fyrir hérna ofan Output er lína. Það sem að lengst til hægri er Humidity and Temperature Sensor og notum það tákn, þó að þetta sé ekki nákvæmlega rétt í skynjarinn, skiljiði. Notum það tákn. Og síðan þurfum við að fá Arduino, þá smellið á þetta hérna og náum í Arduino Uno, það er bara fyrsti og íta niður og draga inn á myndina, svona. Og síðan er að bara fá viðnámið. Hvar var þessi skynjari? Hann var neðst, það sem smellum á Core hérna, hann er neðst í input-safninu. Fyrst var Basic, það sem er viðnámið, svo kemur Input og þá kemur hérna í neðstu línunni þar, fyrir ofan Output, þar er lengst til hægri, það er skynjarinn. Arduino Uno. Já, svo náðu í Arduino Uno. Það er eitthvað aðeins annan nafn heldur en. Já, á skynjaranum. Við notum bara það tákn, vegna þess að það er ekkert mikið mál. Hvernig næði ég Arduino? Þá smellur á á tákni fyrir Arduino fyrst. Hvaða tákn það séu? Það er stækkunargler, svo kemur Core, svo kemur Mine eitthvað og svo Arduino. Já. Og íta það niður og draga inn á. Og svo hafið já. Svo sem við að draga inn á 220 ohma viðnámið sem er hérna. Ok, og ef það er valið þá sjáum við þá er hægt að breyta því. Ef við smellið út fyrir þá kemur ekki neitt á þennan inspektor. En Pétur, ertu tilbúin að ná í viðnámið? Það er undir Basic. Já, en undir Basic. Basic. Já, þar er mótstaða. 220 ohma mótstaða, draugum það inn á. Svo þurfum við að breyta þessu yfir í 10 kΩ mótstöðu. Þá þurfum við aðeins er ágætt að stækka aðeins gluggann. Nú, ætlum við að breyta því? Já, við ætlum ekki að hafa 220, það segir í verkefninu að eigi vera 10 kΩ. Það er ekki 10.000 ohm? Nákvæmlega. Þá förum við bara í örna niður, hægra megin við þetta og þá bara skrollum við niður með músinni til að velja 10 kΩ mótstöðu. Ok. Og þá hefur liturinn á viðnáminu breyst. Þá er það komið og síðan ætlum við aðeins að snúa þessu. Sjáum við, það er til takki ef við veljið viðnámið þá getur þið smellt á Rotate sem er á rauðu stikunni sem er neðst í myndinni á forritinu. Sjáu þetta, það er lengst til vinstri, neðst í horninu vinstra megin er Add Node, svo hægri megin við það er Rotate takkinn. Og ef ég smelli einu svona á hann, þá sný ég mótstöðunni. Ég ætla að snúa þessu svona, samkvæmt verkefninu og býtum nú við, hvernig var það aftur? Já,
það fer hérna yfir skurðinn á tilraunabrettinu. Svo að hérna er það, svona. Og það fer í pinna númer 2 á skynjaranum. Það er svona. Og svo er bara eftir að tengja jörðin fer í pinnan sem lengst til hægri og þá drögum við bara línu frá þeim stað og yfir í ground og það er mjög erfitt að finna þetta hérna en ég þarf að stækka þetta og sjá já maður stækkar þetta í rauninni bara með því að hreyfa hjólið á músinni og svo getum við líka breytt litnum í svartan lit á línunni með því að hægri smella þegar við erum yfir línunni og þar er hægt að velja að væri color og fara í black þar og síðan tengjum við þetta svona og Svona. já spennan 5 volta spennan kemur svo inn á línuna hérna 5 voltinn og við höfum það rauðan lit og það kemur hér breytir sig yfir í rauðan því að það er plus 5 volt svona Þetta er alltaf beina línur líka til helvits. þetta er on the record, Julius. Nei, var það öllu þetta fallandi dýraþjóð? Já, ég var að... Og þá hérna tengjum við líka yfir í mótstöðuna plusinn og já, það kom svona og síðan á eftir að fá sko það sem að skynjarinn gefur frá sér það er ekki bara einhver hrein spenna eða eitthvað svoleiðis, þetta er í rauninni má segja upplýsingar sko með einhvers konar samskiptamáta sem að hérna við þurfum að tengja þetta inn á pinna 2 þannig að þetta er svona eins og einhvers konar púlsar eða þetta er eins og já, má segja einhvers konar netkerfi sem að þessi skynjarar vinna á. Þetta er ekki bara hreinn straum eða straummerki eða neitt svoleiðis sem við höfum lært áður. Þetta er bara eins og bara netkerfi eða netkerfi sérstaklega fyrir svona skynjara. Og þá er þetta bara í rauninni mjög hugsa að þetta séu bara venjuleg serial samskipti eða serial pakkar af upplýsingum hann er að senda bæði upplýsingar af hitastig og raka og þá er þetta bara svona púlsaruna þar sem að byrja á einhverjum kannski start púlsi eða einhverju og síðan kemur já, annarkot adressu upplýsingar eða data upplýsingar og síðan er end púls og síðan byrjar þetta aftur og aftur það endur tökur sig alltaf og samskiptin þarna milli, bara eins og serial samskiptin eru og svo lína er merkt sem sagt gul á myndinni frá pinna 2 En hvað þarna er bara mótstaða sem að er inn á þarna sama pinna? Nei, hún fer inn á sem sagt pinna 2 og í plus frá plus og yfir í pinna 2 til þess að gefa honum spennugjafarspennu eða vinnuspennu eða vinnustraum eða eitthvað. Ok, það sem við gerum svo næst við fritzing það er að láta það útbúa fyrir okkur eða reyna að útbúa fyrir okkur sem sagt svona tengimynd, skematíska mynd og smellum við þarna á skematík og þá reynum við að hafa myndina af því það bil já, við erum ekki komin með það hérna
og hérna þá reynum við að færa þetta þannig til að við séum ekki að krossa mikið á línum og svona setja þetta upp. Það er svo sem maður sé formaður. Sko, nú ætlum ég að reyna að finna eitthvað svona álíka. Svona. Þá reynið þið að setja, sem sagt, það er möguleiki að setja upp svona eða einhvern veginn þannig að þessi skematíska mynd eða tengimyndin verði svona sæmilega hrein. Línurnar, 90 gráðu beygjur og viðnámið tengist hérna í plús og tengist inn á 3 stöðum þessi skynjari hérna. Og jörðin tengist svo hérna á Arduino Uno og inn á D2 pinnan kemur svo frá sko, data signal stendur hérna. Þannig að þetta er bara svona serial data sem er hérna samskiptin inn á pinnan. Akkur hérna snýr þetta á hlið hjá þér? En myndrið hjá mér? Það getur komið allavega út. Það fer bara eftir hvernig maður raðar þessu inn á. Þannig að hérna ég get svo snúið þessu eins og ég vil. Til dæmis svona. Og get ég reynt að herma eftir fyrirmyndinni hérna sko. Þú við. Já, hann er með ground uppi þarna, já. Ok. Já, ég geti hérna breytt þessu einhvern veginn. Svona, býtum við. Hérna ég rotateaði viðnáminu og stafirnir eru niðri. Hvernig get ég breytt í? Þú ítur bara á það og rótir það ekki sér. Nú, það er að rotateata stöðuna sér. En það fór greinlega ekki inn hjá mér en það breytingin á Viðnáminu? Það stendur hérna 10 kílóum. Já, ekki hjá mér. Nei, já, ok. Prófaðu að fara yfir í sem sagt breadboard aftur og breyttu því þar. Já, Velu bara viðnámið. það er komið núna. Það er komið, það er fínt. Ég er þetta þessu. Þegar þeir eru búin að fá sæmilega tengimynd af þessu, endilega opna þá snipping tool og taka þessa mynd yfir í Word-skjalið. Sko, er nokkuð hægt að taka það öðruvísi en með snipping tool? Ég held ekki. Er hægt að velja allt hérna? Ctrl A. Það hægt að setja Var Ctrl. ekki þetta kopía þetta? Já, það var allavega hægt í Multisim, sko, ég ætla að prófa þetta, ég vel allt, ég ítti á Ctrl og A, þá velur hann allt saman, Ctrl C. Já, setja þessa mynd bara einhvers staðar í... Já, ég held að ég sé hérna bara með svona snipping tool mynd, ég ætla að prófa að vista hérna, ups, heyrðu, þá kemur bara kóðinn. 30 blaðsíður að kóða, er ekki hægt að gera hérna undo? Þarna kemur undo-takkinn. Já, Góðar þarfir. það væri cool. En sem sagt, þá þýðir ekkert annað fyrir okkur heldur en að þetta er bara kóðið þarna bakvið sem við kópjurum. Notum þá hérna snipping tool forritið og já, þarna fór það. Notum snipping tool og veljum myndina. Get ég fært þetta til eitthvað? Það hlýtur að vera. Já, þessi hérna merking hérna, kannski aðeins langt í burtu. Við veljum þetta bara aftur en hún kom öll saman. Svona, flott. Og þá sem sagt setjum við þetta hérna, bara með snipping tool. Ljómandi, en hún var komin hérna hjá mér, þannig ég ætla ekki að endurtaka það. Þá erum við búin að þessu. Þá er næsta skref
sko, hérna, af hverju er að nota fritzing? Ef Júlíus býr til einhver svona stýringu og ætlar svo að láta Hafa gera nákvæmlega sama, þá skilur hann þetta ekki almennilega nema að hafa þessar myndir úr fritzing, er það ekki málið? Ok, og hérna, nú skulum við opna næst Arduino forritið og sko, það sem við þurfum að gera fyrst þar, það er að taka, sem sagt, já, áður við opnum forritið, þá gerum við annað. Ég setti inn á allar vélarnar, inn á C-drifið á öllum vélunum, 2 nauðsynlega hluti í 2 möppur. Og ég þarf að sýna ykkur hvar þetta er staðsett. Förum inn á C-drifið á vélarnar. Og förum við hérna og það er sem sagt Windows C og inn í forrit, möppu sem heitir forrit þar. Hjá ykkur er nefnilega... Það er mappa sem heitir hita og raka skrár. Já, hita og raka skrár, já, einmitt. Þið eru með þannig möppur og ég ætla að afrita þetta líka hérna hjá mér. Þurfum við, já. Ég held að það hafi verið... Hér er sem sagt inn í C-drifinu undir forrit, þar erum við með þetta sem að stóð þarna hita, raka, skrár. Það eru 2 skrár þarna sem eru svona library eða driverar, reklar á íslensku, sem eiga að vera í möppun, eða sem voru með möppunni hjá okkur. Já, sem að heitir forrit, en ég setti það bara í forrit hjá mér núna. Þessa skrár hérna þurfum við að kópera. Finnur ekki þessa skrár? Ég er bara með ég er bara með þessar 2 möppur. Já, við þurfum bara þessar 2 möppur. Þessa hérna, DHT sensor og Adafruit. Kópera þessar 2 möppur og þurfum að fara inn í Documents hjá ykkur og þar inn í Arduino og þar inn í Libraries. Og þar þurfum við bara að líma þessar 2 möppur inn. Documents hjá okkur. Já, Documents hjá ykkur. Getið þið hitt á copy? Þið voru að kópera þessar 2 möppur. Yfir í Documents hjá ykkur. Farið inn í Arduino þar. Það er ekki hann hjá mér Arduino. Inn í Documents? Það á að vera. Ekki á við. Þá hérna þurfum við að... Það er svona Arduino forritið hérna, sko. Já, það er einhvers annars staðar, en þú verður að... Málið er það að hérna, hvar er Arduino forritið þá staðsett? Er það ekki inn í... Open File Location, það er inn í... Það er á C-drifinu. Já, inn í programs, program files. En sko, vandamálið við það er það að við getum ekki límt það þangað vegna þess að við höfum ekki aðgangað að ég líma þangað. Eða þess að koma þangað möppu. Að við verðum að, já, á C-drifinu. Af því það er varið. Hvað getum við gert? Við þurfum að reyna að finna út úr því. Sem sagt að þar inn í Arduino möppunni, inn í Libraries möppunni, þar vistum við þetta, þar setjum við þessar 2 möppur. Ég ætla að prófa að setja það hérna aftur inn í. Og hún segir að replace files og skip. Já, þetta eru þessar 2 möppur hérna sem eru nú þegar komnar inn hjá mér. En þetta þurfum við að setja inn það sem er library, það sem að Arduino er að nálgast þessar upplýsingar. Til þess að geta notað skynjaran, þá þarf hann að hafa aðgang að þessum upplýsingum. Á library sem líta alltaf verið svo hjá okkur en þú yfir. Ég er ekki með svona mikið... Nei, sko, ég er búin að hrúa inn alls konar hérna... Ég er meira. Já, það getur vel verið. Sko, það sem að þið annars
náið í, það að skrifa inn í, þegar þið opnið Arduino, forritið sjálft, skrifið hérna Arduino, app hérna, svo satt, þá hægt í einstaka tilfellum að ná í þetta, hérna þetta, svo satt, þar þurfum við að fara í Tools, í Sketch og fara í Include Library og þar inn í Manage Libraries og þá fáum við hérna möppu eða þá opnast eitthvað. Já, byrjum við. Það kemur hérna. Það er dálítið lengi að opnast. Þið þurfum bara að bíða róleg eftir því. Það er ennþá að opnast. Það er update hérna einhverju lista. Þetta við farið í hérna Sketch og Manage Libraries. Já, þið opnið forritið núna. Þegar þið búin að flytja, ef þið hafið náð að flytja þetta inn, þá þetta ætti í rauninni að vera komið, sko. Það þarf í rauninni ekki að gera meira, en fyrir þá sem að náðu ekki að kópera þetta yfir, það er bara að þið sjá sem sagt. Hvað er að byrja á? Þau eru við sem sagt að gera það sem náðum að kópera? Já, þeir sem að náðu að kópera þetta yfir á réttan stað í Documents, þið þurfið ekki að gera meira, því að Arduino næri í þetta þangað. En þeir sem að náðu ekki að kópera þetta yfir á réttan stað undir Documents, að þeir þurfa að opna þetta svona, reyna það allavega, fara í Sketch og Manage Libraries og fara í, og hérna þarf að fara í, það sem stendur hérna filter. Já. Já, fyrirgefið, það vantaði hérna þennan lið að setja forritið inn. Það er kannski best að byrja á því. Þið farið inn í verkefnið sjálft, 3A verkefnið og þarna, já, þegar þið búin að hreinsa allt út úr forritinu, skiljið, það sem að kemur hérna í byrjun þegar þið opnið forritið, það er hérna sem sagt einhverjar 2-3 línur sem að er kallað bare minimum. Þetta væri bara eins og þið ætlaði að byrja einhverju forriti. Þið eigið því öllu saman í burtu, annars fáið bara villumeldingu og dót. Þegar byrjaðu þið að taka það allt saman út og fara svo inn í verkefni hérna 3A og afrita alla raunina hérna af sem sagt, þessu skets, sem sagt, þessu forriti. Og til og með slaufusi í lokar hérna. Hvað segirðu? Það er til að ég setja það sem er put your setup code here. En ég náðu ekki alveg hvað við þurftum að gera hérna, maður gæti ekki. Ok, þegar búið að kópera allt þetta hérna, forritið, allan kóðan, inn í forritið hérna, þetta er komið hérna inn í, þá farið þið þessa leið, Sketch, Include Library, Manage Libraries. Og þá þurfum við að bíða í svolítið tíma, því þá er hún að ná í þetta og þetta tekur smá stund. Sko, núna er þetta komið hjá mér. Ég þarf að ná í þetta. Ef að eigða öllu sem er inn á í burtu og setja það síðan kóð. Já, sem er í Word-skjælinu. Það má ekkert annað standa. Það má ekkert annað standa hérna sem sagt heldur en kóðin sem að var í Word-skjælinu í okkar. Ok. Áttu við að gera þetta líka? Nei. Ok, ég gera þetta samt. Já, það er til lagi. Þarna þurfum við að leita að DHT. Við ætlum að gera sketch og svo Include library, manage libraries. Já, til þess að finna þessi hérna nauðsynlegu svona sagt bókasafn eða library eða hérna drivera sem að þurfa að vera fyrir þennan skynjara, þá skrifum við hérna DHT sensor library hérna í leitarstrenginn og þá ýtir maður kannski á enter eða eitthvað slíkt og til þess að fá þetta fram og þá fáum við hérna ýmsa möguleika og það er hérna
þá þurfum að smetla á svona viðkomandi reit þar sem stendur sem sagt DHT Sensor Library by Adafruit version eitthvað, og af því að það er ekki búið að setja það inn hjá ykkur, þá er að smetla á install takkan. Þá smetlið á install takkan, því að hann er hérna hægra megin við oftast hjá ykkur, og þegar það er búið þá kemur hérna með þessum grænu letri hérna installed. Það er komið á kallinum. Þurfum við bara þetta? Nei, ekki bara þetta, það er eitthvað fleira. Þetta Library SPX? DHT, það er eitthvað fleira DHT Library fleiri hérna. Ekki þessi sem var beint fyrir neðan, Library for SPX? Ég er ekki viss um að það sé nauðsynlegt, en bara til öryggis setið fleiri hérna inn. Hérna, ég prófaði að setja þetta líka. Það er einhver... Hvað var þetta? DHT... Tiny. Og svo er líka þetta hérna, Tiny DHT Sensor Library by Adafruit. Ég setti það líka inn og þá fór þetta að virka allavega hjá mér. Er eitthvað meira? Og Hvað er ég þetta? prófaði að setja þetta inn, DHT Stable by Rob eitthvað. Prófaði að smetla þessu líka inn. Það allavega dugði hjá mér til þess að hérna, sko, þegar þú konum með þetta, þá hérna ætlum við ekki að bara smetla á close hérna og þá er að fara í verify hérna, þá er að smetla á verify. Og ef að kemur villa, þá höfur okkur ekki tekist að velja nógu mikið af þessum library. Hvað við maður að vista þetta til í? Já, þegar þú smetla, þá er vistað þetta, þá getið þið gefið þessu nýtt nafn. Það er einhver library smappa. Já, gefið þessu bara nafn og hérna vistið þetta á það sem þið viljið. Á ég að setja þetta inn í rauðgrósum möppunum minna? Já, það er sjálfsögðu allt í lagi. Já. Það er allt í lagi að setja það inn á hátriðið, sko. Er þetta eitthvað sem þurfum að vista og ábyrgastættur við fara í þetta? Ég held að það sé nú ekkert sem við þurfum að fara í aftur sjálfur sér, sko. Síðan erum við með 2 önnur verkefni sem eru ólík. Þannig við búum alveg til frá grunni. Það er alveg sama og þessi vista bara eins. Já. Það er einu alveg sama hvað þetta vista. Aðalmálið er það að þið fáið þetta villulaust. Error. Já. Error. En í því tilfelli, strákar, þá reynum að gera þetta samt og eftir að hérna, velja fleiri þá library þarna í þessum lista, þar sem förum myndir sets og include library, og ætlum að reyna að finna hérna fleiri library sem að gætu komið til greina sem að hérna nægja til þess að fá þetta í lag. Þá þurfum við bara að smetla hérna í leitarstrenginn DHT. Það er svolítið lengi að koma fram þetta DHT. Já, svo Sensor Library. Svo að við fáum ekki allt og mikið af alls konar dóti. Og þetta er rauninni sennilega komið núna, bara leið að ég er búinn að klára að skrifa þetta. Og þá reynum við bara að fá inn fleiri hérna. Og þetta öllu sem og þú eða? Já. Allt sem heitir DHT eða? Allt sem að heitir DHT, já. Þú er... Þegar við erum búin að hlaða þessu hérna niður, upload, og já, fyrst náttúrulega þarf að athuga, þetta er board, þetta heitir Arduino Uno. Það er valið hérna og síðan er þetta hvaða COM-tengið er. Það er COM3 hérna og þá er þetta að það er hægt að fara hérna og fara í Get Board Informations. Þá er það að sjáu það að þetta er örugglega í sambandi á réttum stað og allt góðu lagi. Og þá smellum við hérna á Upload og þá fer þetta niður villulaust. Já, allt hefur verið rétt gert. Og svo förum við í Tools og förum í Serial Monitor. Við getum bæði farið í Serial Monitor en ekki samtímis í Serial Monitor og Serial Plotter. Hérna sjáum við að hér er hérna rakastigið 28%, hittastigið 20 gráður,
á Celsius, 68 gráður á Fahrenheit. Svo koma eitthvað fleiri upplýsingar hérna og það sem þið gerið, það er aðeins að anda á skynjarann. Þá sjáum við smá breytingu eftir smá stund. Það er komin upp í 63% rakastig og 23 gráður, já 79%, 23 gráður að 25 gráður hittastig. Þannig að það hefur strax áhrif ef maður andar á skynjarana, þá sjáu þið, getið skoðað hvort hann er örugglega í lagi og sé að virka eðlilega. Þá get ég tekið úr sambandi og leyft ykkur að prófa, en aðeins að sýna ykkur sem sagt, þarna voru það að ná í sem sagt, tools og serial monitor. Annars sem við getum fengið fram er serial plotter. Þannig að þá fáum við línuritt af þessu og getum fengið fram smá breytingar. Þetta er náttúrulega svolítið gróft og ekkert sérstaklega svona auðvelt að breyta öllum þáttum hérna í þessu líðendri. Þetta er svona svolítið sjálfstætt. En sjáum það að það hefur strax áhrif. Sjáum hérna jókst hitastig aftur þegar ég andaði þess aðeins á hann. Og sjáum það er búið að rjúka hérna upp. Og veit ekki hvort það er nokkuð hægt að breyta skölunum á þessu. Held ekki. Og þarna hætti ég að hita ennþá meira þannig að þá hitin breytist ekki meira og rakinn helst líka sami núna. Og svo fer alltaf hvort vekja niður hófið. Og þá sem sagt takið aðalega serial monitornum sem sagt snipping toolmynd og setja inn í verkefnið. Nú förum við yfir spurningarnar í verkefninu, verkefni 3a. Þá var hérna, já við vorum búin að breyta þessu hérna í að myndin af hérna þessari mótstöðu var þannig að stærðin er 220 ohm ef við áttum að setja 10 kg mótstöðu staðinn og það getum við valið í FreeSync forritinu, þannig að litirnir eru brúnn, svartur og appelsínugulur. Sko, spurningarnar úr svona kóðanum eru hérna. Hvernig er skynjara inngangur skilgreindur? Og þess að það er skilgreina, þá er þess að define alltaf eitthvað dót hérna. Og þá erum við hérna með DHP pin 2. Það er þar sem við tengjum gula vírinn inn á Arduino borðið. Og það er hérna í kóðanum define DHT pin 2. Þess að digital pinni tengdur við DHT skynjaran. Þess að þetta er svona data pinnin sem er hérna nummer 2 á myndinni ef við teljum frá vinstri og hann tengist inn á DHT pin 2 inn á pinna 2 segi ég á Arduino borðinu. Þá stekkum myndina hérna og fer hann inn á pinna 2 hérna inn á Arduino. Og þá er næsta spurning á eftir. Stóð svolítið eitthvað meira en bara digital pin 2? Jú, þá segir hérna digital pin 2 connected to the DHT sensor. Því að þetta er bara komment. Það er sem að koma svona 2 skástrik segir kóðanum að þetta er bara texti sem er til útskýringar sem er kallað bara komment á ensku. En þetta hérna virkar í kóðanum. Þetta tvíkrossina define DHT pin bil 2. Þetta er það sem er að vinna í sjálfum kóðanum. Síðan spurti það hvað inngangur, hvað er inngangurinn sem er notaður fyrir skynjaran og hann er pinni 2. Síðan hvaða nafn fær pinnin og hann fær þetta nafn hérna DHT pin.
Og svo er spurt hérna, hvernig er seinkun milli mælinga aukin frá því að vera 5 sekúndur upp í 8 sekúndur? Og þá breytum við delayi 5000 upp í delay 8000. Og það er þetta delay hérna í kóðanum sem að kemur fram. Ég fann bara delay Hérna. 5000. Já, þú breytir þessu. Hérna er delay 5000 sko. Já. Við myndum breyta þessu í 8000. En af Til svo- hverju Já, það er bara til þess að Já, kannski er við- einhverja truflanir á ferðinni að við fá þetta hægar inn sko, breytingarnar á, við viljum hérna, ekki taka mark á kannski upplýsingunum fyrir að hafa lengra á milli mælingar skiljið. Ef við erum að fylla upp einhverja skrá, þá viljum við gera það hægar ef það er allt í lagi að við tökum mælingarnar með lengra millibili. Þá getum við lengt inn þessa seinkun hérna, aukið við seinkun á milli mælinga. Og hérna er 5000 sem getur breytt hérna yfir í 8000. Og þetta er rauninni bara í byrjuninni á þeim hluta fortsins sem að keyrir alltaf hring eftir hring eftir hring, því að þetta er svona lúpan. Þetta void loop byrjar þannig. Og hér segir bíða nokkar sekúndur milli mælinga, stendur hér á ensku. Wait a few seconds between measurements. Og hérna þá erum við komin í gegnum þetta, en síðan er spurt hérna hvaða skilaboð koma neðst ef ekki tekst að lesa af skynjarann. Og þá kemur hérna fail to read from DHT sensor. Ef við tækjum úr sambandi til að skula vírinn, þá ætti þetta að koma fram. Ef við komum út fyrir eitthvað svið eða eitthvað. Stendur það eftir þetta í... Já, það stendur í kóðanum hérna. Það stendur hér, fail to read from DHT sensor. Ef eitthvað gerist hérna. Það er ekki búið að opna fyrir skilin á þessu. Ég skal opna fyrir skil.